Gísli, þið hafi verið með opið alltaf allt árið þetta ekki og hvernig hefur þróunin verið með ferðamennskunni á veturna? Við höfum verið með opið allt árið alveg frá upphafi. Lokuðum með þessu við jól og áramót, en núna erum við svona að breyta því, nú er opið á milli jól og nýárs hjá okkur. Þróunin hefur verið upp á við og það má segja að það hefur alltaf aukist næstu tvöfaldast á hverju ári. Hvort sem er út af háhyrningunum í janúar, febrúar, sem er náttúrulega orðið nú fullt núna, en eða þá á haustin, september, október, nóvember og desember, þeir eru líka alltaf góðu stígandi því. 30% aukning núna milli ára í október og allir nóvember fari ekki yfir 100% aukningu frá því fyrra. En þú talar háhyrningana, það er ásökning þá eftir áramót, en hvað er fólk að sækjast í á haustin? Haustin er þetta meira svona ljósmyndaferðir. Þetta eru ljósmyndara sem er að sækjast í og Kirkjufelli. Kirkjufelli er náttúrulega valið núna eitt af 10 fegurstu fjöllum í heimi í einhverju magasíni eða tímariti sem maður veit ekki alveg hvað heitir. Og það gefur náttúrulega ákveð tækifæri og þetta er orðið svolítið kúlt að taka mynd af Kirkjufellinu. Það fer enginn til Íslands ljósmyndar nema að koma á Snæfellsnesið. Og Kirkjufelli er náttúrulega landmark þar hjá þeim og þeir sækjast í að taka það í birtunni. Þannig að það er Kirkjufelli fyrst og fremst sem er sækjast í. Svo náttúrulega við erum bara vel staðsett með fulla þjónustu hérna á Snæfellsnesinu, þannig að við náum þessum hópum til okkar, meira og minna. En norðurljósin? Og norðurljósin, síðan er fólk að leita á norðurljósum. Það er svona svolítið upp og ofan hvernig það gengur. Gær var til dæmis ekki neitt hjá okkur. Það er upp og ofan. Stundum við vekjum fólk nóttinni og maður stendur vaktina til 2-3, leita að þessu, fylgist með þessu og kallar á fólk að það er. Þannig að við erum að veita þá þjónustu líka og fólk sækir í þetta og vill komast í þetta. Sendur það þá út úr ljósunum úr bænum eða hvað inn í sveit? Við erum með, bak við hús hjá okkur erum við mjög litla ljósmengun, þannig að það er mjög auðvelt að vera þar bara og vilt vera róleitum. Síðan bendum við fólki að fara fram í sveit eða út af Kirkjufelli, það er mjög vissast að fara þangað og jafnvel skuttlum fólki þangað ef þannig er að búið á sig glas. Svo er náttúrulega, það er aðrir aðilar hér á svæðinu, Hjalti er hérna Snæfellsnes Excursion, hann er ætlar að fara að bjóða núna í nóvember og janúar og febrúar, þá núna það kemur fram í nóvember, þá ætlar hann að fara að bjóða upp á ferðir, norðurljósaferðir frá Grundarfirði sem er nýtt, sem er eins og öruggir Reykjavík. Mér skilst í Reykjavík farið með yfir 1000 manns á dag, þannig að við kannski getum farið með 4-5. Það er svona, smá plús. En í hvalaskoðun, hvað getur þú flutt marga ferðamenn í einu? Núna getum við farið með 90 ferðamenn í einu á 2 bátum, þannig að við getum farið með þó nokkuð mikinn hóp og við getum farið 2-3 ferðir á dag. Þegar hérna inn á Grundarfirði þá er ferðingin með 2 tímar og birtutíminn er kannski 4 tímar í janúar og fram í febrúar, síðan er komið upp í 6 tíma fljótt og þá er þetta að fara alveg upp í 3 ferðir á dag. En ef við þurfum að sækja inn á Kolgrafafjörð þá er þetta aðeins lengri tímar, þá er þetta kannski svona hámark 2 ferðir á dag. Er alltaf eitthvað svona hvali að sjá eða hvað? Já, ég held að í fyrra fórum við mjög marga ferðir og það var 3 ferðir sem við sáum ekki hval. Og ástæðan fyrir sáum ekki hval var það að hérna, þeir voru inn á Kolgrafafirði en veðrið var bara of slæmt til þess að við kæmist fyrir á gamla bátnum. En núna erum við komið öflur yfirbyggðar hagskeiðan bát og getum farið þarna fyrir, þannig að þó að veðrið sé svolítið slæmt. En ég held að það megi segja að það sé alltaf hvalur á svæðinu. Það er bara spurning hvort maður kemst út í hann, sko. Þess vegna svo það held að vera inn á Grundarfirði í þessu, það er eiginlega aldrei veður þannig að maður komast ekki á sjó. En hvernig er það fyrir hótelhaldara sem að sér ferðir í norðurljós, skoða hvali og því líkt, hann er svolítið háður náttúruöflunum. Er þetta aldrei með í maganum yfir því að þú veist að selja fólki eitthvað sem að fær ekki þegar það kemur? Ég er svolítið fölur þessa dagana, sko. Þeir er að leita síld út allt og finna ekki neitt. Maður er með svolítið í maganum, lítið sofið, en maður ræður ekkert við það. Og fólk skilur það. Þetta er náttúra, þetta er sem er norðurljós. Fólk kemur til Íslands kannski í 3. skipti og er ekki búið svo norðurljós. Og fólk gerir sér alveg grein fyrir þetta er náttúra. Fólk er ekki eins mikið fífl og allir segja, sko. Það vita að þetta er náttúra og maður ræður ekkert við það. Ef við gerum okkar besta sem til þess að reyna að láta upplifun að vera góða, umhverfið er þægilegt í kringum fólkið, þjónustan góð, þá tekur fólkið ágætlega þó að náttúran svíki það. Hvaðan kemur þetta fólk? Hverra þjóðar? Við erum svona með 80% Bretar, síðan eru svolítið af Hollendingum, það er svona næstar þjóð fyrir ofan og svo eru Bandaríkjamenn svona að aukast. Það er alltaf að aukast frá Bandaríkjum.
búum svolítið við vandamál á hótelinu, er ekki með lyftu og það fyrir oft svolítið í magan á Bandaríkjamönnum. Það spyrja alltaf það hvað sé ekki lyfta á hótelinu. Mér lítið að labba, en þeir eru aukast. Er þetta allt í gegnum ferðaskrifstofur ykkur? Þetta sé ekki helmingur gegnum ferðaskrifstofur, hitt er farið að koma á eigin vegum. Það er alltaf að aukast þetta á eigin vegum. Ég held að ferðaskrifstofur sem slíkar séu, þetta er að breytast. Það eru meira að segja skipuleggja meira fólk sem kemur á eigin vegum. Heldur hitt skaffaði flug og bíl og kannski gistinguna, en fólk sér sig sjálft alveg, ákveði mat og jafnvel breytir gististaði á leiðinni. Verslunin Blómstöðuvellir á Hellissandi á sig 45 ára sögu. Þetta var upphaflega raftækjavöruverslun í bílskúr, en nú er þetta myndarleg stórverslun. Hér í Blómstöðuvöllum versluninni á Hellissandi er það mæðgurnar Guðlaug Íris Tryggvadóttir og Júníana Óttarsdóttir sem er á Ríkjum. Guðlaug Íris, þessi verslun var stofnuð hvað í bílskúr til að byrja með það ekki? Já, 1968 í bílskúrnum heima. Og hvers slags verslun var þetta í hvað? Það var bara, það voru rafmagnsvörur. Hann var með, maður minn er rafvirki og var með, þurfti að vera með ýmislegt svona til að byrjaði að panta inn kúpla og ljós og svo voru það lampar og gjafur og bara, svo jókst þetta bara. Stigast í? Stigast í. Svo flutt úr bílskúrnum og hvert? Á litla húsi hérna fyrir utan, Blómstöðuvelli. Þaðan kemur nafnið á búðina? Já, þar voru við í 8 ár. Svo byggið þetta? Já, 86 já. Og byggið þetta 86, það er fyrsti áfangi, síðan búin að byggja margótt við? Já, tvisvar við. Tvisvar? Já. Hvað er dórið stórt í dag? Hafið þið hugmyndið það eitthvað? 400-500 fermetrar. Júníana, hvað er í boði í þessari verslunni í dag? Það er nánast allt hér milli himins og jarðar. Já, kannski ekki alveg, en við reynum að hafa fjölbreytt vöruúrval. Það er aðalega gjafavörur og fatnaður, íþróttavörur, leikföng, rafmagnsvörur, skór, úr og skart. Og hvernig gengur nú í svona fámennu samfélagi eins og Hellissandi að reka svona fjölbreytta verslun? Það hjálpar nú bara til að hafa fjölbreytileikann. Gengur bara fínt. Heimamenn þá duglegir að kaupa inn á heimaslóðum? Já, þeir eru það. Við höfum mjög trausta og góða kúnna. Og náttúrulega höfum bara allt Nesið líka. Já, þetta er ekki bara Hellissandur? Nei, það gengir kannski ekki þá að hafa 500 fermetra verslun. En við höfum alveg Nesið, þannig að það er mjög gott. Og hvað er svona mest áherslan á í dag? Hvað er vinsælast hjá? Ætli sé ekki bara kvenfatnaðurinn og gjafavaran og bara fatnaður, já. Fatnaður er svona það sem... Já, fatnaður og skór og gjafavara. Það er svona það sem að drífur þetta áfram held ég í dag. Það er búið að prófa ýmislegt á þessum 45 árum. Það er hægt að telja upp langan lista yfir það sem er búið að prófa. Ja, hvernig er það? Samkeppnin við þá stóru, það er orðið stutt til Reykjavíkur, greið leið, fer ekki fólk suður á versla? Jú, það gerir það náttúrulega, það fer suður en sem betur fer þá sér það að verðlagið er yfirleitt hagstæra hér. Þannig að það stöðlar að því að það komi til okkar held ég. Þannig að þetta er kannski þegar allt er tekið saman þá er ekkert svo hagstætt að þurfa að keyra og... Ég er bara ekki viss um það. Leggja á sig vinnu. Ég er ekki viss um það. Sumir finnst líka eða mörgum bara mjög gott að koma og það er svona góður andi hérna held ég og við reynum að taka vel á móti fólki. Og bara margt á sama stað, undir sama þaki. Er ekki ákveðnir svona mánuðir sem eru betri en aðrir? Jú, við vonum nú að sá besti sér framöndan, desember. Og svo er sumarið, sumartíminn hefur alveg, þá hefur aukist undanfarin ár með aukningu ferðamanna. Við erum komið nýtt tjaldstæði hérna, þannig að ferðamaðurinn stoppar svolítið hér. Þjóðgarðurinn, þetta hjálpast alltaf, frábært hótel. Bara, það er mjög góð þjónusta í Snæfellsbæ. Þannig að vöruð ferðafólk líka í svona verslun? Algjörlega, sérstaklega Íslendinga.
fólki fyrsta tilbreyting að fá svona fjölbreytta verslun og litlum stað? Já, við merkjum það. Engin spurning. Hafa rafmagnsvörurnar alveg lotið í lægri hluta núna? Eru þær ekki til lengur? Jú, þær eru til. Ég get selt þér þvottavél og ryksugu og pott og pönnur og straujátt. En það svona kannski hefur minnkað með það sem þetta var í byrjun. En jú, það fylgir með. Svo verður það gjafavörurnar væntanlega núna. Nú farið að taka búið kassanum fyrir jólin. Já. Fyrstu jólasveinarnir eru komin til byggða. Já. Og þið, hérna, er verslun hér alveg fram á miðnætti á Þorláksmessu eða hvað? Já, við förum held ég aldrei hérna út fyrir miðnætti á Þorláksmessu. Alltaf opið til 11, við höldum fast, við erum voðalega íhaldssöm fjölskylda. Höldum fast í þessar hefðir. Höfum haft opið bara nánast allan desember til 10 á kvöldin og sunnudags- og laugardagsopnun. Þannig það er löng vakt en skemmtileg. Eru þið margar að vinna þetta? Venjulega erum við nú 3. 3 til 4. Ekkert bætt við í törninni? Jú. Þriðji ætliðurinn kemur yfirleitt hérna í desember og hjálpa til. Þannig að þetta er fjölskyldufyrirtæki frá A til Ö. Algjörlega. Hér í gamla bænum í Borgarnesi er rekin blómaverslun, blómaverstaði og kaffihús, allt í sama húsinu. Svava, blómabúð, blómaskreitingar og kaffihús. Hvernig kom það til að þú settir þetta stofn hér fyrir 7 árum í Borgarnesi? Málið var að ég flutti eins og veist frá Vopnafirði og ætlaði aldrei í rekstur aftur. En einn dag þá gleymdi maðurinn minn að gefa mér blóm á konudag, svo hann ákvað að gefa mér blómabúð. Og þannig axlaðist þetta. Við vorum fyrst niður í Samkaup í Hiddentorginu og síðan fluttum við yfir götuna, en síðasta árið þá fluttum við hingað. Og þetta er eiginlega svona gamall draumur hjá mér, Haraldur, frá því ég var bara tvítug stúlka þegar ég fór til Tælands og Indlands, þá fann ég svona staði þar sem að voru svona út allt, ein kytra hér og ein kytra þar, og þetta er svona gamall draumur sem ég er búin að vera með í hjarta mínu og ég held að þetta hús hafi akkúrat beðið eftir mig til þess. Svo bættuðu við kaffihús í sumar? Já, við gerum það. Og það er bara til að styrkja reksturinn. Ég er með svona pínlitla bakteríu gagnvart ferðafólkinu eins og þú kannski manst eftir. Og mér finnst hérna rosalega gaman að þjónusta fólk. Hvort sem það er í blómanum eða kaffinu eða gistingu, því ég er með smá gisti rými uppi hjá mér. Við búum á efri hæðinni og þar komum með gistingu sem við tökum inn á heimilið okkar. Hvernig hefur þessu gengið? Þú með blómaskreitingar mikið, eru borgnesingar takaði vel á móti þeirri? Já, þeir gera það, en núna erum við með svona átak í gangi og ætlum að virkilega að auglýsa Borgarnes upp sem jólabæ. Ég sjálf er algjör jóla bara drottning, ég elska jólin og ég hef mjög gaman að ég geta boðið upp á fallega skreitingar og fallega gjafir. Og við munum einblína á það öll hér með samtakamætti sem erum í þjónustu hér í Borgarnesi og ætlum að vera mjög samstíga í að auglýsa og við vonum að uppskerum það sem við erum að sá. Þú sagðist selja skreitingar víðar en bara hérna í Borgarnesi? Já, ég er að reyna að ná til allra bara Vesturlandsins og við útbúum bæði skreitingar fyrir gleði og sorg. Við tökum að okkur útfaraskreitingar og bara við öll tækifæri í lífinu. Það má eiginlega segja, við erum tilbúin að þjónustaði frá vöggu til grafar. Og svo jólaskreitingar núna? Já, nú eru jólaskreitingar og þær eru æðislegar, Haraldur. Það er svo skemmtilegt. Og það er svo gott fyrir fólk að koma hérna inn og slaka á. Við erum með þægilega músík, skoða sig og fara svo á kaffihúsi hjá mér og fá sér kakó eða kaffi eða lítinn öl, hvað sem við langar að gera. Ég ætla líka að vera með svona skemmtilega viðburði og gefa út viðburðadagatal sem ég ætla að fara eftir í desember sem fólk getur komist inn á Facebook-síðuna Blómasetur kaffi kyrð og það getur að séð og við munum gefa það út núna eftir 20.
En nú ertu ekki ein í þessu, þú og maðurinn Unnsteinn Arason rekkið þetta Já. og svo kemur dóttirin við sögu og fleiri eða ekki? Já, Katrín, dóttir mín, hefur hjálpað mér mjög mikið og er hér í Akureyri. Ég á yndislega vinkonu sem er hálfgerð bara móði mín sem kemur frá Akureyri og grípur hér inn í og hún er algjör snillingur og hún er að hjálpa mér. Svo er ég svo heppin að ég á svo gott fólk að sem hefur komið og hjálpað mér og byggt þetta upp með mér og ég bara á eiginlega ekki orðið yfir. Það er óeigingjarnt starf sem það fólk hefur hjálpað mér og unni með mér. En hvernig er það svaða með blóm og skraut? Er það bara konurnar sem koma til þín eða? Sko það er náttúrulega meiri hluta að konur koma hérna inn. En núna langar mig að brydda upp á nýjung og bjóða upp á herrakvöld og fyrir eiginmennina líka. Við ætlum að vera hér með svona ýmsa gjafir fyrir eiginmenn og þeir geta komið, valið sér gjöfina og við pökkum henni inn og þeir sækja hana síðan til okkar. Og ég vona að þeir eigi eftir að notfæra sér þessa þjónustu hjá okkur hérna í Blómasetrinu. En þú ert fædd og uppalinn á Vopnafirði, rekst þar hótel og blómabúð líka. Er mikill munur hérna hinum megin á landinu í Borgarnesi að vera með rekstur heldur en á Vopnafirði? Að sjálfsögðu er það mikill munur á allt öðruvísi. En ég var náttúrulega heppin þegar ég rak mitt hótel á heima á Vopnafirði. Það var mjög mikill uppgangur á þeim tíma og þannig og fleiri bjuggu þar. Þannig að ég er náttúrulega inn í miklu stærra mannlífi hér og mér líður mjög vel hérna. Ég er mjög hamingjusöm og ég elska starfið mitt og ég hlakka alltaf til að fara í vinnuna. Ingibjörg Pálmadóttir, þú ert formaður hjálparstarfs kirkjunnar og leið þín lát til Malaví í febrúar í vetur þar sem að hjálparstarfið er að vinna þarftverk við vatnsöflun eða ekki? Jú, akkurat. Ég sagði nú áður ég fór að ég ætti ekki erindi þangað því að ég hefði nú meiri áhuga fyrir svona innanlandsaðstoð og þekkti hana betur en hjálparstarfið er bæði með innanlandsaðstoð og aðstoð í þróunarríkjunum. En ég fekk bara enga grið hjá framkvæmdastjórunum svo að ég yrði að fara og sjá Afríku og hvað hjálparstarfið er að gera þar. Og ég sé sko ekki eftir því vegna þess að ég sá nokkuð sem að ég hef ekki ímyndað mér að ég ætti eftir að standa frammi fyrir. Því það er svolítið öðruvísi til dæmis að sjá fréttirnar af þessu heldur en að vera mitt á milli fólksins barnanna sem þarna eru og skynja ástandi. En ég fór aldrei ekki ein í þessa verð því að ásamt framkvæmdastjórana fór biskup Íslands, frú Agnes Sigurðardóttir og það var náttúrulega einstaklega gaman að vera með henni í ferðinni því að hún var að fara í fyrsta skipti eins og ég. En hvernig kom þetta fyrir sjónir, bæði í Malaví, við Malaví vatn og Kenía? Já, í Malaví vorum við í fátækustu héruðunum. Sikki Vafa heitir hérað sem að hjálparstarfið hefur sérstaklega hugsað og þar erum við búin að setja niður marga vatnsbrunna en hver vatnsbrunnur er fyrir 5.000 manns, 4.800 manns sem nýta þennan eina brunn. Þannig en á þessum brunnasvæðum það eru svona sérstaklega nefndir sem sjá það að brunnurinn gangi og þetta er allt saman afskaplega formlegt og þegar við komum hann að skoða brunnana að þá er kannski 10-20 manns í vatnsbrunnsnefnd sem allir kynna sig og segja nákvæmlega hvernig brunnun hafi fungerað síðustu vikur. Eru þetta konur fyrst og fremst, er það ekki rétt skiljið mér? Það er einhvern veginn þannig í Afríku að karlmennir eru meira svona að sitja og spekulera og konurnar eru sem sagt í aksjón og þeir eru auðvitað einhverjir þarna í þessum stjórnum en konurnar í meirihluta og það sem ég fannst svo merkilegt að sjá það voru stórir hópar sem tók á móti okkur og höfðu allan tíma veraldar til að tala við okkur og sátu kannski bara hundruðum saman og ég svo aldrei kallmann með barn í fangi eða bara skipta sér yfir höfuð af nokkuð barnið. Heldur voru konurnar með börnin bæði bundi í poka aftan og jafnvel framan og svo voru litlu systurnar að passa börnin og gömlu konurnar.
þeir voru sem sé frekar í spekularsjónum en það þurfa þannig ímyndstelt að spekula því þeir eiga nú svona 34 konur og gjarnan 10 börn með hverri konu. Þannig það eiginlega, fannst mér vera þeirra starfa á þessu svæði. En og ég var að segja sko að því það kraftur í konum og þær eru farnar virkilega að spekulera í framtíðinni og annan hátt og þarna sá ég alveg gífurlega glæsilega kvennaskóla. Ég sá náttúrulega líka góða skóla aðra en kvennaskóla þar sem að stúlkurnar kom í skólan 12 ára gamlar og eru til 18 ára aldurs og þá segir sko skólastjóri sem kona sem hefur lært í Evrópu og segir sko þegar þér orðnar 18 ára stelpur þá vitið þið hvað þið viljið. En auðvitað það þannig að sko það gifta sig svo ungar sem stúlkur kannski 13 ára og jafnvel yngri að þá náttúrulega vita ekki hvað vilja og vilja þetta náttúrulega alls ekki, það er bara ráðast ekki en eftir 18 ára aldur og komnar með einhverja menntun að þá þannig maður eigi svo mikla von þó svo að þetta sé ansi langt frá því sem við þekkjum. Hvernig eru aðstæður í þessu skóla það sem eins og sá? Já, það nefnilega það hvernig eru aðstæðurnar. Það svona eins og maður segja mjög, það gista í svona eins og bara í langri skemmu. Ég kom inn í langa skemmu þar sem 180 stúlkur, það var hann vísi í Kenía en það er sama. 180 stúlkur gistu í einu svona bara löngum gám og það voru svona lélega kojur og sem voru alveg þétt hver upp við aðra. Og eina sem þær tóku með sér heima, það var svona járnkassi, það voru alla með eins járnkassa sem þeirra aðlega var í. En til að kosta þetta nám að þá eru foreldrarnir koma og þá sérstaklega mæðurna til að vinna sjálfboðavinnu þannig í þessum skólum og og sumir feður og svo kemur svona eitthvað smá matur heimanna frá þeim svona til að en það sko í skólanum það kannski fyrir svona eins og 200 skólabörn alltaf þessi ekki svona 4 til 5 kennar. En hvað eru margir Íslendingar að starfa að þessu þarna með og hjálparsamsins? Sko það eru engir Íslendingar að starfa beint heldur hefum við verið miklu sambandi við þróunaraðstofuna bara almennt og við erum í sambandi við sko Dani og Norðmenn sem eru að vinna þarna sem eru með bækistöðar en það farið bara með reglum millibili til að fylgjast með það búið að kenna innfættum sem að bora fyrir þessum grunnum og byggja þessa grunna upp búið að kenna það og síðan þarf bara að fylgjast með því að það færi allt á sinn stað þar sem að til að ætlast. Við erum að heyra stundum ótrúlega tölur að hvað nokkra krónur íslenskar geti gert í sambandi við vassbrunn, eitt vassból. Hvað þarf mikið? Það svo ótrúlega, sko, kannski eitt vassbóli sem við erum að tala þetta kannski 200.000 krónur sem að sko gjörbreytir lífi 5.000 manns og því að það fer allir dagurinn í að sækja vatn og það aðalega einmitt konuna sem að sækja vatni og börnin og ef að börnin í því allan daginn að sækja vatn þá geta til dæmis ekki farið í skóla og svo oft sagt sko við Íslendingar við erum svo litli við erum ekki til þetta hvað getum við gert en það engin svo lítill hann getur ekki eitthvað gert og mér fannst það ansið góð samlíking sem ég las eitthvað að háttaði hjá moskítóflugu sem nú ekki stór og sjáðu hvað hún getur gert þannig að margt smátt gerir eitt stórt og ég sé hvað Íslendingar geta verið góðir þátttakendur